Góðan daginn, gott fólk og velkomin á málstofu Hafrannsóknastofnunar. Í dag ætlum við að hlusta á harar. Það náttúrulega plastlaus september átak nýbúið að vera í gangi og við Hafró tókuð í þessu bókstafi að við ákváðum að tala ekki plast í þeim mánuði. En það er ekki gammal eftir, þá er þetta náttúrulega málefni sem okkur mjög hugleikið á Hafrannsóknastofnun. Þetta er stórt vandamál sem virðist hafa óþekktar og ófyrirsjáanlegar afleiðingar og nýlega birti Ólafur Ástráðsson, kollegi okkar, grein sem ég hvet alla til að lesa sama málefni. En það er best að gefa hann á orðið. Takk fyrir Klara og góðan daginn öll og takk fyrir komuna. Fyrirlesturinn eins og þið sjáið heitir Plast, bandstrygg, veiðarfæri og annað rusl í hafi. Bandstryggi setti ég til þess að leggja áherslu á það að veiðarfæri, nútíma veiðarfæri í dag eru nánast öll búin til úr plastefnum á stórum hluta. En þessi fyrirlestur sem ég ætla að renna hér í gegn er endurunnin fyrirlestur. En þegar við erum að tala um plast, þá er endurvinnsla aðalorðið í rauninni því að þó að plast sé kannski slæmt og er slæmt í náttúrunni, þá er efnið plast mjög gott efni og hægt að nota það í marga hluti, en aðalmálið er það að við eigum að endurvinna plastið. Ég hélt þennan fyrirlestur sem sagt í Danmörku í sumar hjá Norræna ráðherranefndinni hjá hóp sem var með málstofu sem heitir Clean Nordic Ocean. Þetta er heimasíðan þeirra hérna og þar vorum við að ræða sem sagt rusl í hafinu, drauganet og endurvinnslu. Og ég hvet ykkur til þess að kíkja á þessa síðu cnog.org og ég vil skrá ykkur sem aðila í þetta network ef þið hafi áhuga á. Hér stendur hérna efst sjórinn tekur lengi við. Þetta er náttúrulega orðatiltæki sem við þekkjum öll en er í rauninni hálfgerður lélugu brandari orðin í dag. Því að þannig er það ekki og helstu spár er að segja okkur það að það verði jafnvel meira plast í sjónum en fiskur árið 2050. Að vísu vitum við nú ekki hvernig, eða veit ég ekki hvernig módelin við að reikna út magnið á fiskunum er notuð þarna og væri fróðlegt að skoða það. En hvað sem öðru líður þá er það alveg klárt mál að plast eða rusl í hafinu verður mjög líklega miklu meira vandamál í framtíðinni heldur en það er í dag. Ef við horfum bara á það að frá árinu 2015 til 2050 þá er reiknað með því að framleiðsla á plasti eða plastefnum eigi eftir að fjórfaldast. Og ég hef meira þess að séð tölur, hér eru 1,2 gigatonn af plasti. Ég hef séð tölur upp í 3,8 í vestusbám, eða vestu, ef við lítum á það sem slæmt að framleiða mjög mikið plast. En það sem ég ætla að tala um hér er kannski ekki akkurat bara plast heldur meira í kringum veiðarfærin. Því að veiðarfæri eru að tapast í hafi og valda stundum vandamálum. Eins og þið sjáu kannski hérna, þetta er nú reyndar norskur selur en því miður þá er þetta nú kannski veruleikin líka hér í einhverjum tilfellum. En spurningin eru draugaveiðarfæri vandamál á Íslandi, hvað vitum við það? Vitum við hvar þá töpu veiðarfæri er að finna og hvar enda notuð veiðarfæri? Svo enda ég á því að velta fyrir okkur hvert hlutverk Hafrannsóknastofnunar og raunin ekki bara okkar heldur annara er í tengslu við plast og annað rusl í hafi. Ég svara ekkert endilega þessum spurningum fullkomlega en þegar ég er búin að fara í gegnum þetta þá vitið þið hugsanlega jafn lítið og ég. Við byrjum á því að skoða hérna lög og reglugerðir eða það sem beinist að netaveiðum. Því að þegar við erum að tala um draugaveiðarfæri þá eru net sennilega það versta veiðarfæri hvað því varðar hér á Íslandi. Gildrur eru vísu mjög slæmar geta verið ef þeir tapast en gildruveiðar eru ekki mjög algeng veiðarfæri enn sem komið er hér á Íslandi. Það eru
reglur eða lög sem eru hér í gildi sem hafa áhrif á það hvort að við séum að tapa mikið af veiðarfærum eða ekki, og það eru þessar þrjár. Það eru hérna fyrsta lagi það að það er skylda að merkja baugur og dreka, og það hefur verið skylda í langan tíma við Ísland. Þetta veldur því náttúrulega, ef þetta er vel merkt, að það minnkar líkur á að menn séu að draga til dæmis yfir net eða annað slíkt, og þannig tapast minna af netum. Einnig er það verið skylda lengi að það er takmarkað hversu mikið af netum menn geta notað borð í fiskiskipum, bæði á þorskveiðum og grásleppuveiðum. Þessar reglur voru settar í rauninni meira til þess að vinnuálag á áhafnameðlumum væri ekki of mikið á sínum tíma, en hafa þau áhrif að menn, að því að það takmarkað á því hversu mikið af netum menn eru með, að menn komast á yfir að vitja öll sín net yfir einhvern ákveðin tíma, og þá náttúrulega er minni líkur á að menn tapi þessum veiðarfærum. Síðan í þriðja lagi þá er samkvæmt reglugerð, þá er skylda að fullreyna endurheimtu á töpuðum veiðarfærum út á sjó eða úr sjó, og ef það lánast ekki þá tilkynna þetta tap til Landhelgisgæslunnar. Þessi regla er búin að vera nokkurt skeið, en það er ekki ein einasta tilkynning sem hefur borist Landhelgisgæslunnar en sem komið er. Kannski eru íslenski sjómenn bara svona miklu snillingar, þeir tapa ekki netum. Það er ekki alveg svo, því að við erum þó með einhverja skráningar. Þegar rafræna afladagbókin var sett á legg núna fyrir nokkrum árum, þá var settur lítill reitur, þið sjáu hann hérna, það sem hægt er að skrá fjölda tapara neta. Þetta er sérst valmyndi fyrir þá sem eru að nota net. Fyrsta árið þá erum við að fá hérna alveg upp undir 300 net skráð töpuð, og síðan gerist eitthvað, það er ekki eitt einasta net skráð og lítið eftir það. Þetta er það lítill fjöldi að það er tæplega hægt að trúa því að satt sé, sem gerir það að verkum að það er eiginlega ekki hægt að treysta sig að setja þessi gögn fram, þó að vottunarstofur sé að spyrja okkur hvernig staðan sé, og er það ekki alveg nógu gott. Þannig að rauninni það að skrá ekki að töpu net, þá eru sjómenn í rauninni að vinna pínulítið á móti sér að því varðar. En ef við skoðum þessa hluti aðeins betur, þá er það þannig að hér á Íslandi þá er lína og net kannski það veiðarfæri sem er algengast sem staðbundið veiðarfæri. Og ef við horfum aðeins á netaveiðina fyrst og þá þorskveiðinar, þá sjáum við hérna á þessu súluriti sem sagt fjölda dregina neta frá upphafi skráninga. Fyrstu 3 árin eru að vísu ekki marktæk, þar sem var ekki skylda að skila inn afladagbók þarna, en síðan er það orðið skylda, og þeir sjá að þetta er það bil 1 milljón net sem eru dregin árlega, og upp í 2001 þá er það 1,5 milljón neta sem eru dregin. Síðan fellur þetta niður í það að vera það bil 300.000 eða 500.000 net sem dregin eru árlega. Við erum með staðsetningar allt í kringu landið öll þessi ár, hvar menn eru að nota þessi net, þannig við vitum alveg hvar netalagnir eru. En þetta segir ekki alla söguna, því að það sem er líka að gerast hér þegar þetta dettur hérna niður, er að menn haga sínum veiðum á annan hátt. Tími sem netin liggja í sjó er mun styttri í dag en var áður. Það eru færri skip á sjó, það er miklu meira sem þeir veiða per net, og þar að leiðir að þeir fara út í dag, leggja netin og byrja að draga þau örfáum klukkutímum síðar. Þetta veldur því að líkurnar á því að þeir tapi netum er væntanlega miklu minni heldur en var hérna áður fyrir það sem þeir voru að leggja netin og draga eftir 1 eða 2 nætur. En samt sem áður þá sitjum við með það að við vitum rauninni ekki hversu mikið er að tapast af netum, og við erum ekki að tala grásleppunet hérna heldur, og þar er alveg klárlega eitthvað að tapast af
netum. Hér aðeins einn glæra hérna þess að ég tala mikilvægi þess að merkja veiðarfæri. Áðan var ég að tala það að búið að vera reglu hér að setja baugju á veiðarfærin, en í dag eru margir farnir að nota svona rafeindamerki á baugjurnar, AES baugjur, þannig að önnur skip í grendinni sjá á skipstjórnartölvunum sínum, þeir sjá nákvæmlega hvar baugjurnar eru. Þetta náttúrulega hjálpar enn betur að minnka árekstra hættuna við veiðarfærin, eða menn leggi yfir annað slíkt og minni líkur á tjón eða tap á veiðarfærum, hvað það varðar. En síðan líka verið að ræða mikið það að það sé mikilvægt að merkja veiðarfæri og ekki bara baugjur og dreka, heldur öll netin, allar línur og jafnvel veiðarfæra hluta í trollum og annað slíkt. Og FAO meðal annars núna þessar mundir að vinna því að búa til leiðbeiningar fyrir þjóðir heims hvernig þessu sé best háttað. Og ástæðan svo að þetta náttúrulega risastórt vandamál víða, menn tapa mikið af veiðarfærum sumstaðar, þau reka á sjó og í land einhverstaðar á fjarlægum stöðum. Ef þau eru merkt, þá hægt að rekja hvaðan skaðinn á uppruna sinn og hægt að vinna í því að leysa vandamálin þar, sem getur jafnvel verið langt í burtu. Þetta á við hér á landi líka. Hvað vitum við það net sem kom á Vestfirði, hvort þau kom ekki bara frá Rússlandi? Við höfum rauninni enga hugmynd það getur vel verið, en við getum ekki séð að þau eru ekki merkt. Einnig, ef við erum með sanngjarnt regluverk í kringum þetta, þá má auka líkur að því að töpu veiðarfæri séu virkilega tilkynnt. Vegna þess að hver vill eiga net í sjó sem vel merkt manni sjálfum og þú tilkynnir þau ekki. Þannig að merkingar dálítið lykill að því að menn gangi betur og láti vita af því ef þeir týna og auðvitað gerast slys og það bara eðlilegt og þá ekki að refsa fyrir slíkt, en það mikilvægt að það sé tilkynnt. Og það sama á við hér, þetta kannski ekki vandamál hér á Íslandi, en ég veit að það til dæmis vandamál í Noregi, sérstaklega í frístundaveiðum, það stunda frístundaveiðar við gildruveiðar þar, að menn hreinlega skilja bara eftir veiðarfæri og ekkert að sinna því að hirða þau. En ef þau eru merkt, þá kannski meiri líkur á að menn fari og ná í sín veiðarfæri og skilji þau ekki eftir. Síðan spurningin, eigum við að fara í leiðangra og safna upp töpuðum veiðarfærum ef við vitum hvar þau eru? Aðra þjóðir gera þetta, suma þjóðir eru með reglulega leiðangra en þá þurfum við náttúrulega að hafa einhverja hugmynd það hvar veiðarfæri gætu verið að finna og við erum svo sem með upplýsingar eitthvað það. Til að mynda þegar við förum í leiðangra til þess að mynda botndýr að lífríki, kortleggja botndýr eins og kóralla og annað slíkt, þá það þannig að þegar við setjum niður myndavélar þá það nánast undantekningarlaust að við sjáum ekki einhver veiðarfæri. Yfirleitt línu en einnig annað rusl. Hér til dæmis kort sem ég fekk frá honum Stefáni, það sem gulu punktarnir eru kórallar, svörtu línurnar eru ferillina á myndavélinni og rauðu punktarnir eru línur sem sáust á botninum. Þannig að þetta mjög víða, en spurningin eigum við að mæta á þessa staði þar sem línan liggur í gegnum kóralinn með kraka og króka og rífa upp línuna, að því við viljum ekki hafa þetta rusl á botninum. Myndi það ekki valda miklu meiri skaða heldur en að láta það liggja. Þannig að það kannski ekki alltaf rétt að fara og rífa upp þessi veiðarfæri, en það getur verið ástæða til þess að gera það á öðrum stöðum. Svo hérna hið besta mál, það eru sjálfboðaliðar sem skipuleggja hér á landi og reyndar þetta líka gert víða erlendis. Það eru hreinsunarferðir í fjörur og týndu rusl og þetta töluvert sem finnst og rekur í land. Síðasta ári voru þetta það bil 20 tonn sem voru safnað saman fjörum landsins
og örugglega miklu meira sem skilið var eftir. Þar segja var ekki farið í þar fjörur. Og þegar menn að skoða þetta dót þá það ber flestum öllum það saman að mest af þessu dóti ættað frá fiskveiðum. Þar segja að þetta eru veiðarfæri eða hlutir sem koma frá fiskiskipum. Það sem ég sakna samt í þessu að við þyrftum að brýna það aðeins að skrá þessa hluti betur. Við þurfum að hafa skráningu á því hvers kyns þetta og þannig að við getum rekið það betur hvort að vandamálin séu af einhverjum einum toga eða öðrum toga frá mismunandi stöðum landsins eða hvort að það séu breytingar þar á. Og síðasta glæran í dag sem ég með svona tillaga að einhvers konar flokkun sem við getum notað. Hér við land hefur það lengi verið þannig sem betur fer að það eru ruslagámar við hverja höfn og sjómenn almennt mjög meðvitaðir að henda ekki rusli í sjó. Auðvitað eru svarti sauðar í hverju fé eins og annars staðar, en það hægt að fullyrða það að nánast allt rusl sem fellur til út á sjó kemur í land og það á einnig viðnotu veiðarfæri. Sum af stærri útgerðarfyrirtækjum eins og til dæmis hér, HB Grandi, eru jafnvel með sína eigin móttöku stöðvar fyrir sorp og flokkunarstöð fyrir veiðarfæri á sínum snærum, fyrir sín skip og fyrirtæki. Ef við kíkjum aðeins á endurvinnslu. Ég skýrði út hvernig endurvinnslu á þessum fundi sem ég var að nefna hérna áðan, skýrði út hvernig endurvinnslu háttað hér á Íslandi. Og í stuttu máli sagt, þá kom það í ljós að það til fyrirmyndar hjá okkur hér á Íslandi. Við stöndum framar en nágrannaþjóðar okkar hvað þetta varðar. Það út af því að við erum með þetta kerfi hér að nota úrvinnslustjóð og menn fá greitt tilbaka ef menn skila inn veiðarfærum og eftir því sem menn flokka veiðarfærin betur og ganga betur frá þeim, hreinsa og annað slíkt, þá eru meiri líkur á því að menn fái eitthvað tilbaka. Ég hendi inn tvö kökurit sem voru í ágætis skýrslu sem var gefin út 2006 en þetta eru gögn frá 2003 og hér sjáum við til dæmis þetta stóra gula svæði, þetta sem sagt magnið af þeim fiski sem landað 2003 frá flotvörpum. En hér hins vegar sjáum við hlutdeild flotvarpana í veiðarfæri sem koma aftur í land sem notu veiðarfæri náttúrulega bara miklu minna. Hlutfallið hins vegar allt öðruvísi hér til þess að við kíkjum á net. Þannig að það tölur munur á þessum hlutum á milli veiðarfæra hluta hvað mikið berst að landi sem afli frá viðkomandi veiðarfærum í hlutfalli við það sem verður síðan af rusli af veiðarfærunum sjálfum. Þessi myndi væntanlega líta allt öðruvísi út í dag og þetta breytilegt á milli tíma og ára. Gæti verið fróðlegt að sjá þetta líka sem súlurit, sem sagt með kíló fisk á móti kíló af rusli frá viðkomandi veiðarfæri. Það var gert mat á magni sem fellur til af veiðarfærum árlega 2006 og það var metið að það væri það bil 2800 tonn af veiðarfærum. Og af því væru tæplega 1700 tonn af plastefnum. Það polyamíð og polyethylín sem algengsta plastefni sem fellur til. Það verið að vinna nýtt mat núna og það virðist að stefna í 1000 til 1100 tonn af plastefnum sem eiga þá uppruna frá veiðarfærum sem berst að landi. Hér sjáum við töflu frá SFS sem sýnir hvað að fara í gegn hjá þeim og bæði hvað berst að landi sem rusl og hver hlutdeild af hverju fyrir sig sem fer í endurvinnslu og þið sjáu að það stór hluti sem fer í gegn hjá þeim. Það örugglega meira sem hverfur einhvers staðar annar staðar en mikið af þessu kemur þarna í gegn og stærsti hluti endurunnin sérstaklega plastefnin. Polyethylín og nælonið sem polyamíð, þetta fer eiginlega allt saman í endurvinnslu. Hér á Hafrannsóknastofnun þá hefur núna undanfarin ár
þá höfum við verið að skrá plast sem til að mynda kemur upp í leiðangurinn hjá okkur, sem í röllunum okkar, í vorralli og haustralli og öðrum túrum líka, þar sem við erum að nota bottroll. Og þetta oftast það sem við erum að sjá koma upp, þetta mjög gjarnan einhverju stuttir og litli spottar, en þetta skráð. Þetta eru 100 grömm, 200 grömm og annað slíkt, mjög algengt, einstaka sinnum eitthvað meira. Og árið 2015 þá voru þetta það byrja 14% af þeim stöðum sem tekna voru með bottvörpu sem voru með einhverju rusli og 12% árið 2016. Þetta miklu lægra hlutfall heldur en sést til dæmis við Evrópu. Plast á líka eða rusl að skrá úr magasínum og það hérna ekki mikið sem sést þar. Árið 2015 sjást eitt sýni í þorski sem náttúrulega afar lágt hlutfall. Við gerðum þetta nú, ég vann nú sjálfur við að skoða magasínu og þorski hérna í gamla daga og við vorum mann eftir því að við vorum að sjá króka og spotta en á þeim tíma var það ekki skráð. En það mjög mikilvægt að allt svona sé skráð í dag. Það plast náttúrulega og það eru fleiri dýr á ferðinni eins og fuglar. Þetta nú ekki íslensku fugl hérna en dálítið tákgræn mynd, ljót sé. En við erum ekki að skoða mikið hér á Hafrannsóknastofnun allan í dag magasíni frá fuglum, en það eru þó til einhverja tölur og við erum lægri heldur en fuglar eða með innihald af plasti í mögum heldur en fuglar sem eru við Evrópu. Spendýr eins og hvalir, þar tekin magasíni og ef plast eða annað rusl sést þar þá það skráð og hér eru 2 dæmi úr plaststykki úr langreið og heilmikil kaðalhöng úr maga frá hrefnu. Og það munur á milli tegunda hvala hversu tíðnin og annað slíkt en eins og ég segi þetta við erum með gögn til þessa hluti. Þá hérna svona eiginlega komið á lokum hjá okkur, það þarna hvert hlutverk okkar Þá ég ekki endilega að tala hlutverk okkar hér á Hafrannsóknastofnun, heldur í rauninni allra, því að ég set hérna merki umhverfisstofnunar efst, það náttúrulega málaflokkur hjá þeim að huga að mengun í hafi, en þeir eru náttúrulega vissulega ekki að vinna út á sjó eins og við gerum. Þannig að það liggur okkar næst að standa okkur í því að skrá, eins og við höfum verið að gera, að skrá allt rusl, allt plast sem við sjáum úr öllum tegundum sýnatöku sem við tökum, hvaða sýni sem við tökum, hvernig sem við tökum þau. Það skiptir máli að gera það og skrá það á réttan hátt. En það má líka spyrja sig hvort við eigum að sinna einhverja sérstaka vöktun, hvort við eigum að setja eða útvega okkur eða gera tæki til þess að safna sýni á ákveðnum stöðum og ákveðnum tímum árlega til þess að sjá breytingar sem gætu átt sér stað. Ráðuneytið kemur náttúrulega næst þeim kannski, það þarf huga því að hvort við þurfum að bæta reglugerðir varðandi skráningu og merkingu veiðarfæra eins og ég var að nefna hérna áðan. Og síðan spurningin eigum við að fara í leiðangra og reyna að safna töpuðum veiðarfærum úr sjó og hvort að það ætti þá að vera eftirlitsstofnanir okkar eins og Fiskistofa eða Landhelgisgæslan. Og síðan og ekki síst, þið þekkið þennan sjómann. Það má ekki mála yfir það að það mjög mikilvægt að sjómenn skrá töpuð veiðarfæri og jafnvel fundin líka og á hvaða meiði þau eru. Og þetta komist alla leið í gagnagrunna hjá okkur. Það skiptir verulega máli til þess að við getum áttað okkur á því hver staðan út á sjó. Síðasta glaran þessi sem ég talaði hérna áðan, rauninni bara tillaga að möguleika á hvernig við ættum að flokka þetta þegar við tínum rusl í fjörum, sjáum rusl í magasínum, úr trollum og annað slíkt. Það ekki nóg að skrá bara rusl, við þurfum að hafa einhverja hugmynd hvað það og þá hægt að hugsa sér kannski 3 meginflokka, veiðarfæri, plast og annað og þá hérna nokkra undirflokka í kringu það og þetta væri þá skráð með þyngd og dagsetning og stað. En þetta var sem sagt það sem ég hafði að segja
hér í dag og eins og ég sagði í upphafi, nú vitið þið jafn lítið og ég. Við þökkum Haraldi kærlega fyrir mjög fróðlegt erindi og það hafa vaknað eflaust ýmsar spurningar hjá mörgum. Ég vil að biðja fólk að tala vegna upptöku, tala hérna í mikrofónin helst að kynna sig eða hefur spurningu fram að byrja. Já, Axel Helgason, Landssambandi smábátaeigenda. Komur óvart að fjöldi neta hefði ráðist af, leyfilegra neta hefði ráðist af vinnutíma. Já, ég held að þetta hafi upphaflega verið þannig að þetta náttúrulega frá löngu síðan og við vorum bara jafnvel ekki fæddir þá. Að vinnuálagi var það mikið að menn voru að rita út mjög mikið að netum og vildu vitja þeirra alla og það var unnin allan sólarhringinn til þess að fara í gegnum þetta allt saman og þá var farið að reyna að halda í á móti því að það væri of mikið að netum á hverjum bát. Þannig að þess vegna það sett per haus á áhafnameðljum. Ég held að það hafi verið upphafið á því. Svo hafa nú kannski aðri hlutir ráðið í seinna hvernig hlutir hafi verið settur upp. Eins lína sem sýndi þrefalt magn af töpuðum netum eitt árið, fyrsta árið sem að leyft var að skrá þetta. Já. Það náttúrulega, eins og við vitum, þau tapast mest í brælum þegar ganga yfir óveður. Ég myndi ekki draga miklar ályktanir af því að það minnkaði seinni árin og það sé eitthvað grunnsalegt. Og við svolítið svona skín í gegn að þetta sé einhver vilji fyrir því að tapa veiðarfærin. Það alltaf verðmæti í veiðarfærinum. Já, það alls ekki. Þú dregur alltaf veiðarfæri ef þú getur það. Algjörlega. Þú skilur aldrei veiðarfæri eftir ef við erum að tala net. Það alltaf verðmæti í veiðarfærinu. Og við skulum athuga það. Það alveg klárlegt, ég alveg sammálaður því. En það sem að það alltaf erfitt að treysta þessum tölum samt þegar þau eru svona að því maður ekki klárað í hvort að allir séu að skrá þetta samviskusamlega. Já, en það sjónarmið að merkja hvern einasta hluta veiðarfærisins og það íti mönnum að það skili betri árangri að endurheimta veiðarfæri. Ég held að þau tapist, já, ég sammálaður því, þau koma til með að tapast engu á síður á sama hátt og þau hafa gert áður, en kannski hjálpar það okkur að fá upplýsingarnar og treysta upplýsingunum sem við fáum, að þau séu réttari. Já, akkurat. Takk. Það er rauninni punkturinn sem ég var svona að reyna að koma að. Eitthvað fleiri spurningar? Ég kannski með eina spurningu og það varðandi náttúrulega mikið tísku tal hérna mikroplast eða plastagnir. Hefur einhverja skoðun á því eða getur maður beint því til Ólafs? Já, kannski annarkvort eða það náttúrulega, ég veit ekki hvort að við erum endilega með tækjabúnað eða möguleika á að skanna slíkt en auðvitað getur við safnað svona sýnum sem væru safnað annarkvort úr fiskum eða dýrum eða þá jafnvel með einhverjum tækjum úr sjó en allavega sem komið þá eru við ekki kannski með tækjabúnað eða þekkingu til þess að skanna sýni þannig að við sjáum einhver mikroplast í umhverfinu eða í fiskiholdi eða einhverju slíkt. En auðvitað, við erum út á sjó og þessum sýnum gætu við safnað. Já, Axel aftur. Það komur óvart þar sem þú gaf skrá sem töpu veiðarfæri að þetta virtist eingöngu vera net. Já. En síðan þegar við skoðum magntölurnar yfir hvaða veiðarfærum fargað á hverju ári. Alveg korrekt. Skilurðu? Og setur það í samhengi við magnneta. Já. Auðvitað ætti þessi reitur ekki að vera bara hjá netum því að þó að það sé óalgengt að tapa menn trollum, það kemur fyrir þó það sé mjög sjaldgæft eða trollhlutum, menn topa kannski poka eða eitthvað slíkt eða jafnvel lína til dæmis, hún tapast mjög gjarnan, einhver lína sem lögði yfir karga en það er ekki neinn skylda eða reitur til þess að skrá slíkt inn.
Auðvitað ætti þetta að vera á fleiri stöðum. En ef þú skoða til dæmis ljósmyndinar af það sem að verið að hýrða drasli úr fjörunum, Já, það drasl, og ég veit ekki hvað það setja beint samhengi milli þess og tapaðra veiðarfæra, en það mest drasl af þessum stóru veiðarfærum. já, kúlur frá Kúlurnar og trollum Já. og annað slíkt, það er rétt. Akkurat. Já, þau náttúrulega fljóta vel. Akkurat. Sumt af þessum plastefnum eru bara eðlisþyngd þeirra er neikvæð, þannig að þau fljóta ekki Akkurat. og berast því ekki í fjörur, það er bara Einmitt. sökkva Já, já. og er að velkjast á botninum. En náttúrulega eins og plastkúlur, það er hreinlega að fljóta og berast því eðlilega meira í fjörur. En já, það er. En þess vegna held ég að þetta er aldrei mikilvægt að við skráum þetta pínulítið betur hvað við erum að tína upp í fjörunum, þannig að við sjáum betur meira af kúlum að safnast til dæmis á Vestfjörðum, af því að það er mikið að veiðiskipum með troll út af Vestfjörðum, eða er þetta að koma einhvers staðar annar staðar frá. Ef við erum með svona einhverja skráningu á þessu, þá er mögulegt kannski að geta svona átta okkur pínulítið betur á því hvaðan hlutinir eru að koma og hvar vandamálin eru. Varðandi verkingu allra veiðarfæra hlutana, sjáu þið fyrir ykkur að hver einasta kúla sé í rauninni með örumerki og sé rekjanleg? Þetta er ekki einfalt mál og sá sem er að vinna þessa skýrslu hjá FAO, hann var reyndar hérna á Íslandi núna í sumar og við fundum dálítið þessa hluti, meðal annars með nokkrum aðilum hérna innanlands og þetta er ekki alveg einfalt mál, hvernig ég að gera þetta? Og því þú getur bara hort á eins og eitt stykki flotvarpa, hvernig ég að merkja hana? Ég meina, þetta er risastórt veiðarfæri. Eiffel-turnin, hann kemst inn í hann. Það er bara. Ef það vakna ekki fleiri spurningar, þá þakka ég bara aftur kærlega fyrir erindið og þakka öllum fyrir komuna. Takk fyrir komuna.